Ég sagði skýrt á flokksársfundi núna 21. mars þar sem að við sjálfstæðismenn hittumst og áttum mjög góðan fund. Við munum ekki gera þetta aftur. Ekki á minni vakt. Við förum ekki aftur í viðlíka stjórnarsamstarf eins og þarna var gert. Þannig að þið farið ekki í stjórn með vinstrimönnum? Nei. Ég held nefnilega að mistökin sem voru gerð var það, sérstaklega í COVID, að embættismenn fór stjórna landinu. Stjórnmálamenn afhentu embættismönnum völdin, meira að segja embættismönnum sem núna eru orðnir ráðherrar eða þingmenn, sem að stýrði því hvort að þú mættir ganga hér göturnar eða ekki, hvort þú mættir fara í búðina eða ekki, sund eða ekki, eða klippingu eða ekki. Guðrún Hafsteinsdóttir, þú kærlega velkomin. Takk fyrir. Það séu gott. Hvort aðeins lengra til hægri, sömuleiðis. Alltaf til í. Nei, það ekki. Þú ert alltaf til í að fara aðeins til hægri. Alltaf til í, hægri. Halleluja. Það gengur vel. Já, það hefur gengið bara mjög vel. Það hefur gengið vel í langan tíma hjá okkur sjálfstæðismönnum. Já. Og mér hefur liðið vel og það var þetta ánægilegt að sjá árangur af mikilli vinnu okkar sjálfstæðismanna síðustu mánaða að við uppskárum í kosningunum á laugardag. Hvaða skilaboð er þetta? Hvað er í gangi? Ég held að þetta sé mjög skýr skilaboð að sjálfstæðisflokkurinn er komin tilbaka og fólk treystur okkur til góðra verka. Við vorum að leggja verk okkar í dóm kjósenda í mjög mörgum sveitarfélögum og héldum víða meiri hlutum okkar, bættum við okkur og skilaboðin er bara skýr að fólk vill sjá stóran, öflugan og sterkan sjálfstæðisflokk. Hversu mikið skrifast á þig? Er þetta þér að þakka? Hvernig horfir á þetta? Nei, það er aldrei hægt að segja að svona verkefni sé einni mannesku að þakka. Sigrar okkar á laugardag fyrir unnust að mínum mati á liðsheildinni. Við mættum vel undirbúin, við mættum saminuð, við mættum glöð og sýndum þjóðinni að við varum samstiltur hópur, þannig að það var liðsheildin sem að sigraði kosningarnar en ekki síður varða fólki okkar. Ég segi alltaf að við erum svo ótrúlega heppin í sjálfstæðisflokknum að það ég held að sé eiginlega ekkert annað pólitískt afl á Íslandi sem býr yfir öðrum eins mannauð og sjálfstæðisflokkurinn gerir. Það eru yfir 57.000 flokksfélagar í sjálfstæðisflokknum. Það er gríðarlegu fjöldi og við erum þetta eins og ólík og við erum mörg innan þess mengis. Við erum breiðfylking, viljum vera breiðfylking og við vorum með framúrskarandi frambjóðendur, frábæra oddvita, ótrúlegt bakland. Það er engin annar pólitísku flokkur á Íslandi sem á viðlíka grasrót og við. Og við náðum að stilla sama strengi og það er kannski helsta hlutverk formans að það er að halda utanum þennan hóp og stilla sama strengi og sjá til þess að okkur líður vel og okkur líður vel. Það er alltaf verið að spyrja mig hvort okkur líður ekki illa verið stjórnarandstöðu og að við séum ekki völdin og svo framvegis. Okkur hefur bara liðið vel frá fyrsta degi stjórnarandstöðu og það er annað hlutverk í pólitík og við tökum það mjög alvarlega. Við tökum það alvarlega að veita aðhald en þessi úrslit, ég ætla bara að endurtaka það að það var fólki okkar, frambjóðendur, oddvitar, grasrótin og svo verði ég að fá að nefna okkar nánasta fólk, bara fjölskyldunar okkar því að það er ekkert eðlilegt álag að fara í gegnum svona kosningabaráttu og fyrir alla okkar frambjóðendur sem eiga, það eru örugglega nokkur þúsund manns sem er á bakvið okkur svona í okkar nánasta umhverfi að það getur heldur engi farið í gegnum svona nema að eiga góða fjölskyldu og vini sem steða við mann. Og hvernig sérðu fyrir framhaldið? Hvað heldur það að taki við? Út af því að núna er augljóst að við erum að fara inn í þessar ESB viðræður. Með Stefáni Pálssyni í gær í dagmálum upp á Mokka og við vorum einhvern veginn báðir saman á það að þetta myndi koma til með að breyta miklu. Hvernig horfir það við þér? Telur þú svona að þetta breyti stöðu ríkisstjórnarinnar?
Sko, kjósendur voru að kalla eftir breytingum. Sérstaklega hér í Reykjavík. En kjósendur voru líka að kalla eftir ábyrgð, kalla eftir trausti og það sáum við til með sér nágranna sveitafélögum okkar, þar sem að Garðabær, Kópavogur, unnu stórsigra. Við erum með meirihluta í fyrsta sinn í sögunni í Kópavogi. Við héldum meirihluta á Seltjarnarnesi, þrátt fyrir að þar hefði orðið klofningsframboð. Við erum stærsta pólitíska aflið í Hafnarfirði. Við unnum stórsigur í Mosfellsbæ. Þannig að þú sérð á þessar upptalningu að fólk var að kalla eftir breytingum, en líka sáða það að þar sem við höfum verið að stýra, eins og Seltjarnarnesi, Kópavogi og Garðabæ og Hafnarfirði, að þar bara reksturinn í mjög góðu horfi og fólki líkar við það sem við erum að gera. Vill sjá viðlíka breytingu í borginni, þess vegna hlaut Hildur Björnsdóttir þessa aðburða góða kosningu. Ég ætla að minna á það að Ólafur Þ. Harðarson var búin að segja hér fyrr í vetur að ef að einhver stjórnmálaflokkur í Reykjavík færi yfir 30% í fylgi, þá yrði það risastór pólitísk tíðindi. Og það var það sem við gerðum. Við fórum yfir 32% fylgi og Hildur Björnsdóttir stýrði þessari baráttu afskaplega vel, stóð sig framúrskarandi vel og hún með frábæran fólk með sér. Og ég held að því þú spyr hvað taki við. Nú þurfum við sjálfstæðismenn að sýna það að við stöndum undir því trausti sem okkur hefur verið sýnt og þeirri ábyrgð og það gerum við eingöngu með því að láta verkin tala. Og það svo oft sagt, eða okkur finnst við oft, við sem erum í kosningabaráttu, að það eitthvað dagsetning, það 16. maí, kjörstöðun lokar klukkan 10 kvöldið. Og þú horfir á svo tölu og þú sér klukkutímana hvernig þeir tikka niður og mínúturnar og það gefur þið tilfinningu einhvern veginn eins og það sé enda markmiðið. En við sjálfstæðismenn erum svo meðvituð það að kosningar eru ekki endir neins, heldur upphaf. Núna fyrst byrjar vinnan. Núna fyrst þurfum við að sýna kjósendum að við erum traustsverð og við ætlum að vinna fyrir fólki í landinu. Þess að mækinn örlítið neðar hana. Svo sé ekki að svona. Ég tala nú svo hátt, ég þarf örugglega ekki mæk. Nei, það heyrir svo vel í þér. Hérna, hvort viltu sjá sjálfstæðisflokkinn fara með miðflokki eða Framsókn og Viðreisn? Í borginni? Já, og ég veit að þetta ákvörðun Hildar. Ég bara segja, hvort vilt þú? Já, veistu það, þú fær þetta ekki út mér, Tóti. Nei, þetta færði ekki út mér. Ég var að hrósa Hildi hérna á hann. Hún búin að fara alveg glimrandi flott í gegnum þessa kosningabaráttu. Að mínu mati hefur Hildur Björnsdóttir ekki slegið feilnótu. Mér fannst hún yfirburða manneskja í kappræðunum bæði á Sín og á RÚV í síðustu viku. Ég treysti Hildi Björnsdóttir 100%. Til þess að leiða þessa meirihluta viðræður til lykta. Við vitum að hún hefur nokkra kosti, allavega 3 kosti, og þetta snýst kannski ekkert endilega einhverja flokka, heldur snýst þetta það, eins og ég sagði áðan, Reykvíkingar og kjósa breytingar. Reykvíkingar eru langþreyttir á aðgerðarleysi, stefnuleysi, sóun og svo framvegis hér í Reykjavík. Þeir vilja svo breytingu, við ætlum að leiða þá breytingu með Hildi Björnsdóttir í broddi fylkingar og þess vegna munu þessar meirihluta viðræður snúast málefnin, hverjir treysta sér í þá vegferð með okkur. Og ég tel mig nú geta útiloka strax vegna þess að það möguleika að mynda meirihluta með samfylkingunni. Þú getur alveg held ég fengið það upp mér að ég persónlega myndi útiloka það strax. Það möguleiki að mynda meirihluta með Viðreisn og Framsókn og svo möguleiki að mynda meirihluta með Miðflokknum. Og núna þetta í höndum Hildar. Hún átti í viðræðum við alla oddvita í gær. Og ég hef ekki heyrt í henni síðan á sunnudagskvöld og ég treysti henni til þess að ná fram
hagstæðustu niðurstöðu málefni og breytingar með hagsmuni Reykvíkinga að leiðarljósi. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Og hvað ég menna að mér finnst alveg vera ákveðin tíðindi í því að þú myndir ekki vilja sjá samfélkinguna að taka við þessu. Og verða svona hækja, eða hvað að segja, búið að kalla þetta varadekk líka. Þau eru mörg varadekkin. Já, þau eru mörg varadekkin núna, en svona pólitískt séð, ég meina, ef ég ætti svona að rýna í kjósendur Sjálfstæðisflokksins og sérstaklega með við hvernig staðan hefur verið svona í borginni undanfarin ár, að þá myndi ég telja að kjósendur Sjálfstæðisflokksins myndu vilja fara með flokknum. En aftur á móti að þá hefur svona stemmingin í kosningabaráttunni líka verið þannig að það ekkert sjálfgefið. En svona hvað málefnin varðar, ég veit að þú ert ekki að vera að segja mig hvort þú myndir vilja, en getur þú samt ekki tekið undir með mér að hvað málefni varðar þá eigið meiri samleiði með miðfloknum? Sko, aftur, Sjálfstæðisflokkurinn breiðfylking og ég þeirra skoðunar að þú getur aldrei farið inn í kosningabaráttu til dæmis og útiloka samstarf við eitthvað. Mér þótti miður í alþingiskosningunum 2024 þegar að Kristrún Frostadóttir útilokaði strax í kosningabaráttunni samstarf við okkur sjálfstæðismenn. Og mér fannst það pólitískt ránt múf hjá henni, algjörlega, enda hver niðurstaðan, hún situr uppi með óstjórntæka flokki ríkisstjórn sem flokkur fólksins. Í staðin fyrir að vinna með sjálfstæðismönnum. Hefði þú viljað það? Ég hefði hugsað það. Ég var ekki formaður Sjálfstæðisflokksins þá. En ég hefði sest niður og hugsað það hvort að það veri hægt að vinna með þeim flokki. En ég hef bara að segja að þú átt aldrei að fara inn í kosningabaráttu og útiloka hvorki einhverja einstaklinga eða flokka fyrirfram. Það eru kjósendur sem ráða, kjósendur hafa talað, niðurstaðan nokkuð skýr. Það eru margir búin að vera að tala um það að það sé mikil hægri sveifla. Ég ætla að leyfa mér að segja að það sé algjör sjálfstæðisflokks sveifla. Það er sveifla með okkur sjálfstæðisflokkmönnum og ég afskaplega ánægð með það, enda hef ég alla tíð verið mjög stoltur sjálfstæðismaður og ég hef nú stundu sagt það í viðtölum að ég hef aldrei skilið okkur 70% þjóðarinnar fylgir sér ekki þessa frábæru stefnu sem við eigum sjálfstæðismenn en það hefur ekki verið raunin en sko aftur við þurfum bara að horfa á málefnin. Reykvíkingar eru búin að tala skýrt. Þeir vilja sjá breytingar og Hildur Björnsdóttir og allt hennar fólk sem með henni þar á lista meðvitað það. Við vitum að það þarf að taka erfiðar ákvarðanir hér í borginni. Við erum tilbúin til þess að taka það og svo situr hún núna örugglega í þessum töluðu orðum með fólki að ræða hverjir hafa raunverulega getu og áhuga til þess að fara í þá vegferð með okkur. Ég fekk margar spurningar sem ég ekki að fara að komast í gegnum allar. En þetta er þess að Þorgrímsson spurningarnar og ég ætla að spyrja þig út í allavega nokkrar hvað varðar til dæmis aðdraganda að kosningunum. Settir þú þig upp á móti því að Hildur fengi mótframboð? Vildi einn vita? Nei,
Nei, ég veit ekki það hefði komið mér á óvart sko, ég skal að viðkynna það, ég var pínu spenntur fyrir því út af því að þetta alveg manneskja sem málsmeðandi sem spurði ég hvað að spá hvort það var eitthvað inside info. Nei. Þú skiptið þér ekkert þessu? Nei, við erum lýðræðislega flokkur. Það var boðað til leiðtogaprófkjörs. Það gótu allir tekið þátt í því, allir flokksmenn okkar og hún fékk ekki mótframboð, það var mikið frétt það var mikið talað Guðlaug Þór Þórðarson. Þarna á síðustu metrunum tók hann ákvörðun að fara ekki í framboð og ég veit ekki nákvæmlega, ekki kannski nákvæmlega, en auðvitað höfum við Guðlaug Þór í framhaldinu rætt saman og hvernig hann var að meta sína stöðu. Annað hefði kannski verið óeðlilegt en þetta var bara niðurstaðan. Hildur fékk ekki mótframboð og ég held að þá hafi strax kannski hafi sjálfstæðisflokkurinn gefið til kynna að hann var sáttur með Hildi sem leiðtoga. Síðan var uppstilling á lista. Það var kannski óvinnlegt því að það svolítið kjarn okkur sjálfstæðismanna að fara í gegnum prófkjör. En það var niðurstaða núna og var tekin af flokksmönnum að fara þessa leið og nei, ég skipti mér ekki á því. Hvernig lest í þessu stöðu þess að núna? Þetta er alltaf áhugavert að pæla í þessu því að núna fór sjálfstæðisflokkurinn ekki gennum eitthvað blóðugt prófkjör. Samfylkingi gerði það. Samfylkingin uppskar ekki, ég menna það eru náttúrulega fullt af öðrum breytum eins og það að þau hafa ekki að þau hafa verið að stýra í lengri tíma, senda svo inn einhvern aukamann sem maður svona er samt með borgarstjóran einhvern veginn í eftirdrægi. Já, heyrðu, ég gerði þetta líka á hann. Gerðu þú þetta líka? Já, við erum allt niður okkur hérna. Já, ég helli yfir. Fyrir þá sem er að hlusta ára, við bæði búin að hella yfir okkur hérna klaka. En aftur á spurningunni. Gott þetta var ekki eitthvað rauðvinni eitthvað. Já, nákvæmlega. Að því ég er í hvítum jakka. Já, það hefði ekki verið ótrúlegt að 50-50 líkur að vera með að drekka rauðvín hérna. En hvernig lest í þessu stöðu núna? Að kjósendur verðurlauna ykkur mikið fyrir það að það hafi ekki verið eitthvað blóðugt prófkjör og Hildur, ég var að spá í því hvort það hefði verið betra fyrir hann að fá hérna einhvers konar áskorun fyrir kosningarnar, en Hildur hefur aldrei verið jafn öflug og hún var í þessum kosningum. Er þetta eitthvað sem þú horfir til það hvort það eigi að breyta einhverju innan sjálfstæðisflokksins, skilurðu þetta virðist að vera farsælla fyrirkomulag? Við erum alltaf að velta þessu fyrir okkur. Hvað nú besta fyrirkomulagi til þess að velja fólk til forystu innan sjálfstæðisflokksins? Við höfum þessa valmöguleika, við erum með prófkjör, við erum með uppstillingu, við erum með röðun og ég held að sé kostur og gallar við allar þessar aðferðir. Það sem kannski gerist í prófkjörum að ég hef farið í gegnum prófkjör og þú stækkar flokkin á því vegna þess að það kemur nýtt fólk inn og það dregur með sér skilurðu vini, ættingja og svo framvegis, þannig að þú stækkar alltaf flokkin töluvert með því að fara í gegnum prófkjör. Og það var kannski það sem að mér þótti kannski verst við það að við skildum ekki fara í prófkjör í Reykjavík, að það var að draga að nýtt fólk inn í starfið, en allar aðferðir hafa kost og galla. Það er ákveðin eldskírn að fara í gegnum prófkjör og ég hef nú grínast með það þegar ég fór í prófkjörum mitt 2021 oddvitasæti í Suðurkjördæmi að maður tekur ótrúlega þroska út úr prófkjöri og vegferðin er svo stórkostleg. Fyrsti kynningafundurinn þinn, fyrsti fundurinn sem þú heldur með, að því þú ert í raunin að selja þig, sem þú heldur með flokksfélögu þínum, hann er allt öðruvísi heldur í síðasti fundurinn. Þú ert kannski búin að halda 100 fundi eða meira þar á milli og þú horfir og þú sérði andlitu fólks og líkamstjáningu hvort að orðin er að falla í frjóan jarðveg eða ekki og þannig mótaru þið skilri. Og það er svo góður skóli fyrir þig og þína pólitík hvað þú stendur fyrir að þú ert svolítið að meitla sjálfa þig alla tíman, þannig að þetta er vegferð
og ég held að það sé mjög gott og holdt fyrir fólk sem í pólitík að fara svolítið í gegnum þá eldskýrn. Aftur á móti höfum við fundið tilfinnalega fyrir því í Sjálfstæðisflokknum að þegar við erum að reyna að laða fólk til okkar og við erum að reyna að hvetja fólk til þess að koma og vera með okkur, bjóða sig fram og þá margt málsmetandi fólk sem segir ég alveg til í að koma, ég alveg til í að vera að lista en ég mun aldrei fara í prófkjör. Nei, ég mun aldrei fara í prófkjör og leggja einhvern veginn æru mína veði og Ég ekki líka bara orðið algengt svona í pólitíkinu núna að það ekkert mikið kannski af fólki sem að ætti að vera að koma inn í stjórnmálin sem að hugnast það ekki einfallega út af því að þetta verðist vera svo mikill baráttu vettvangur. Sérstaklega með samfélagsmiðluna þeir alltaf vera að drulli verið á Facebook og svona. Jú, fólk hugsa bara, við megum nú ekki taka það út af pólitík. Pólitík átakavettvangur. Sammála. Á að vera það. Og þess vegna alveg eins að því þú varst að spyrja mig út í flokkin að það hafa margir verið að velta því fyrir sér minni stöðu í flokknum síðan ég tók við og svo framvegis. Ég hef verið mjög meðvituð það allan tíman og þegar einhverjir hafa til dæmis verið að segja já þetta nú erfitt hjá Guðrún mín og eitthvað svona og mér finnst eitthvað vorkunn og tónn í röddinni þá segi ég nú alla það þarf enginn að vorkenna mér. Ég vissi fyrirfram hvað ég var að fara út í og ég vissi hvað verkefni var frá fyrsta degi. Það ekki að vera að vorkenna þér? Nei, aldrei. Það á ekki að vera auðvelt að vera formaður Sjálfstæðisflokksins. Þetta langstærsta pólitíska aflið á Íslandi, þetta breiðfylking fólks sem kemur úr ólíkum áttum og við erum ekkert sammála alla skapaða hluti, það ekki þannig. Og þess vegna á það ekki að vera eitthvað walk in the park að vera formaður Sjálfstæðisflokksins og ég minni mig bara á það okkur einasta degi og þegar að það lamið á mér að þá hvetur það mig enn frekar áfram til góðra verka og bara standa mig betur. Hvernig það? Vegna þess að ég vil vanda mig. Já. Ég vil standa mig vel fyrir félagið minni Sjálfstæðisflokknum vegna þess að ég í þessu eingöngu hugsjón. Mér vantaði ekkert vinnu þegar ég fór í pólitíka eitthvað slíkt. Ég búin að vera út í atvinnulífinu í 30 ár. Að ég fór eingöngu í pólitík vegna þess að ég hef hugsjónir. Mér ekki sama þetta land, mér ekki sama framtíð barnanna minna og barnabarna og mér langar að hafa áhrif. Ég ætla ekki að láta hér vinstri fólk eða vinstri mennsku skapa mína framtíð. Þess vegna fór ég í pólitík. Já. Það ekkert annað. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og lætur klára málið í dag. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Hvernig núna hefur þín staða augljóslega styrst? Ég held að ég sagði það nú við þig, ég hitti það á laugardaginn. Ég sagði við þig að þessar kosningar eru prófsteinn fyrir þig sem að ég held að hann hafi verið, þessar kosningar, eða þær hafi verið. Hvernig horfir í þín eigin stöðu? Hún hefur augljóslega styrst. Þegar að þú vannst nauman sigur á Áslaugarnu, þá var augljóslega einhverjir sárir og einhverjir höfðu ekki mikla trú kannski að þú verir best til þess fallin að leiða þetta. En telur þú að staðin bæði hafi styrst? Sérðu fyrir þér að halda áfram? Hvað sérðu fyrir þér að halda áfram lengi? Þú ert að fara að svara því, held ég. Þú ert bara í léttu spurningunum í dag, sko.
Ertu ekki sammála þessu samt? Ég meina, þú veist, staðin gjörbreytt. Ég meina, Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki fengið svona góða kosningu síðan 2006. Síðan 2006? Já. Nákvæmlega. Besti árangur síðan 2006, 20 ár. Já. Og ég auðvitað gríðarlega stolt af því, en aftur, ég ber ekki ábyrgð einn á því. Æ, Guðrún, nennir að hætta þessu. Nei, ég meina Þú veist alveg að staðin breytt. Já. Ok, getum við talað það? Já, sko, staðan minn breyttist í lífinu, hún gjörbreyttist í marsi fyrra þegar ég var kjörin formaður Sjálfstæðisflokksins. Og við skulum líka hafa það í huga að það var mjótt á munum. Það kom niðurstaða og sjálfstæðismenn sætta sig við hana. Þannig virkar Sjálfstæðisflokkurinn. Við tökumst á, það kemur niðurstaða og við höldum áfram. Ég mjög meðvituð það að það hópur fólks innan Sjálfstæðisflokksins sem var ósáttur við niðurstöðu landsfundar. Annað óhjákvæmilegt. Já. Og ef að niðurstaðan hefði orðið á hinvegin, hefði líka verið hópur fólks innan Sjálfstæðisflokksins sem hefði verið ósáttur. Þannig það. En við höldum áfram og ég hef reynt að vanda mig af öllum mætti til þess að ná Sjálfstæðismönnum saman, að ég sé sameiningatákn fyrir flokkinn. Mér þykir vænt alla Sjálfstæðismenn, mér þykir mjög vænt Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, hún frábær og ég löngu hætt að velta mér upp úr því að hverju kussu mig og hverju kussu mig ekki. Ég sammála því, ég ekki að tala um það. Ég að tala um stöðu þína núna út af því að það voru mjög margir sem að sögðu, já, hún verður þarna í 2 ár og svo einhvern veginn kemur inn einhver nýr. Fólk að tala um Ásdísi Kristjánsdóttur, ég spurði hana núna í þessum kosningum hvort að hún myndi slá það út af borðinu, hún var alls ekki tilbúin í það út af því að það eru margir sem tala um hana í samhengi við formannin, þannig að það sem ég að velta fyrir mig bara svona hvernig þú horfir á fram, ég ekkert að pæla í þessum kosningum sem áttu sér stað í mars í fyrra. Nei, en þú leiðir mér ekki að klára. Já, ok, sorry. Nei, vegna þess að sko síðan bara ferðu af stað í verkefnið. Verkefnið skýrt. Það að breikka Sjálfstæðisflokkinn, ég sagði þá landsfundi, að stækka. Það tókst helgina. Það tókst að stækka Sjálfstæðisflokkinn. Ég sagði sömuleiðis að ég vil að Sjálfstæðisflokkurinn sé breiðfylking sem flestra. Ég var að segja hér rétt á hana, ég vil helst bara 70% þjóðurinn að styðja okkur. Það verður auðvitað aldrei, en stefnan okkar góð. Að vera formar í Sjálfstæðisflokknum, það gerð mikil krafa til formansins. Jú, það var stigið ákveðið skref helgina í það að breikka flokkinn, að stækkan, að sameinan, allt eitthvað sem ég hef lagt áherslu á. Og ég held bara áfram því verkefni. Við erum síðan að fara í kosningar í lok ágúst. Það eru að mínu mati kannski stærri en sveitarstjórnarkosningar. Því að við erum þar að fara að kjósum fram til landsins okkar. Lýðveldið Ísland undir. Það að mínu mati ef að ríkisstjórnin búin að leggja gríðarlega mikla áherslu á það mál, ef að það tapast hjá ríkisstjórninni, ef að þjóðin hafnar því, þá mun það óhjákvæmilega veikja ríkisstjórnarsamstarfið. Telur það myndi því að kosningar, það var eina af Þorgrímsson spurningunum, hvort að þú teldir að staðan yrði svo veik að það myndi svona knýja fram kosningar að þínu mati? Það mun veikja ríkisstjórnuna stórkostlega, en ég ætla líka að minna það að því að ég sé svo mikið líkindi með þessari ríkisstjórn og vinstristjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og Stengriðs J. á sínum tíma. Sú ríkisstjórn var löngu, hún var eiginlega andvana fædd, en og hún var löngu búin að missa allan trúnað og erindi sitt, en þau hénguð samt áfram á eiginlega bara þeirri tuggu að Jóhann ætlaði að vera fyrsti leiðtoginn sem myndi halda, vinstri maðurinn sem myndi halda út heilt kjörtímabil. Og það getur vel verið að ríkisstjórnin muni hanga á sínu ríkisstjórnarsamstarfi þá, en hún verður hölt og hún verður með spelkur og hún verður með göngugrindur, sko. Það þannig. En aftur, ég þarf auðvitað bara að halda áfram því góða starfi með félögum innan Sjálfstæðisflokksins að efla hann, og ef að mér tekst það,
að þá lifi ég af landsfund, ef mér tekst það ekki, að þá munu félaga mínu sjá breytingar og eða láta reyna á það að einhver annars sé betur til þess fallin. Þannig að þú ætlar að halda áfram sem formaður? Já. Já, ég bara rétt að byrja. Það ekki? Jú. Já. Það hafa mörgum ég hef alveg heyrt á gagnrýni og ég tek hana alveg til minn, það hefur mörgum þótt ég hafa verið mjög róleg fyrsta árið mitt sem formaður. Það var meðvitað ákvörðun af minni hálfu. Vegna þess að þegar ég tek við flokknum að þá ríkisstjórnin, hún búin að starfa í 2 mánuði. Gríðarlega vinsæl, gríðarlega mikla væntingar gerða til hennar, Kristrún þá langvinsælsti stjórnmálamaður landsins. Og ef að ég hefði byrjað frá fyrsta degi að agnóðast út í ríkisstjórnina, þá hefði ég nú bara mist allan trúveruleika strax. Nýja ríkisstjórnin hafa tilhneigingu til að vera mjög vinsælar í svona 12 til 18 mánuði. Þessi ríkisstjórn ekkit öðruvísi en aðrar og þær eru komnar í brekku. Ég tel að þær eru komnar í brekku eftir þessar sveitarstjórnarkosningar, sérstaklega forsætisráðherra, vegna þess að forsætisráðherra tók meðvitaða ákvörðun það að taka af fullum þunga þátt í sveitarstjórnarkosningunum. Hvað fannst þér það? Mér þótti það sérstakt, ég verð að viðurkenna það, en auðvitað, hún hefur sagt að hún sé formaður í flokki og vilji styðja sína félaga, gott og vel, en hún setti sig fremst í flokki í öllum auglýsingum, hvatti fólk til þess að í raunin að kjósa sig. Hún var hvergi í framboði, sko. Að hún stilti sér upp í Kópavogi fyrir framan Jysk og með leiðtoga hér á höfuðborgarsvæðinu fyrir aftar sig eins og aukaleikara, leiðtogan í Kópavogi, leiðtogan í Reykjavík og svo framvegis og tilkynnti þar einhverja ákvarðanir sem átti að vera mjög stefnubreytandi í sveitarstjórnarkosningum en verða einungis teknar á Alþingi Íslendinga. Mér þótti það mjög sérstakt og með þessu, með því að stilla sér svona upp eins og hún gerði með svo afdráttarlausum hætti, þá var hún að leggja sig að veði. Samfylkingin skítapaði þessum sveitarstjórnarkosningum. Og það getur þá ekki annað en veikt hana, bæði samfylkinguna og ríkisstjórnarsamstarfi. Eða ríkisstjórnina. Já, ég get ekki undir það. Það var svolítið sérstakt hvað hún svona olbóða sig fram í. Manstu þegar Inga Sæland mætti og þegar þeir voru að mynda ríkisstjórnina. Og það var Inga Sæland svo pirruð yfir því að þær voru svo rosalega mikið í farabráti að hún fór alltaf að olbóða sig fyrir framan Þorgerði Katrínu þegar þær mættu til þess að vera með einhvers konar yfirlýsingar þannig á upphafsmánuðunum. Það er sérstakt að fylgjast með þeim. En Nei, aftur Kristrún setti sig í algjöran forgrunn í kosningu til sveitarstjórn á Íslandi. Hún var ekki í framboði, en hún vissulega formaður samfylkingarinnar sem leiði núna ríkisstjórnina. Og með því að gera þetta með þessum hætti, þá dregur ríkisstjórnina inn í þessa baráttu. Og árangurinn var undir væntingum. Þau eru öll búin að segja það. Hún búin að segja það, Dagur B. Eggertsson búin að segja það, Pétur Martinsson búin að segja það, sem og fleiri. Að væntingar þeirra voru meiri heldur en kom upp úr kassunum. Það ekki hægt að skilja það öðruvísi en að það veiki þá ríkisstjórnina þegar forsætisráðherra fer fram með þessum hætti. Þú talar sjálfstæðisbylgju og margir tala þetta sem, sjálfstæðisbylgju en líka sem hægri bylgju. Nú þegar við tökum saman í miðflokkin og ég held að Gunnar Smári hafa myndur að segja það, ef einhverjum hefði dottið í hug að segja að miðflokkur pluss sjálfstæðisflokkur væri með vel rúm 40% á sveitarstjórnast eða í Reykjavíkurborg, þá er mörgum þótt það mjög sérkennilegt. En það er aftur á móti staðan og þá velti ég fyrir mér það þú segist alltaf að halda ára eins og formaður, vil ég bara að þú sett bara rétt að byrja. Hvernig sérðu fyrir þið mótaði fyrir framtíðina? Sérðu fyrir að sjálfstæðisflokkurinn og ég veit breiðfylking, en sérðu fyrir að færa meira til hægri eða sérðu fyrir að svona, hvað ég var að segja, passa hann svona dett ekki miðflokksmegin í línunni, skilurðu,
Það eru náttúrulega ákveðin jafnvægislist sem ég veit að þið eru að pæli allan daginn, en hvað svona þér sem formaður, hvernig sérðu fyrir er svona breiðu strókunar í þessum efnum? Sko, ég hægri manneskja og ég sagði hérna áðan, ég fór í pólitík vegna þess að mér þótti of mikil vinstri slagsía vera orðin í íslensku samfélagi. Mér fannst vanta sterkt borgaralegt afl. Sjálfstæðisflokkurinn hefur í gegnum áratugina, gegnum 100 ára sögu flokksins tæplega, ávallt verið öflugt, sterkt, borgaralegt afl, hryggjarstykkið í íslensku stjórnmálum. Íslenska þjóðin þarf á því að halda að sjálfstæðisflokkurinn sé stór og hann sé sterkur, því þannig farnast okkur best. Til þess að geta verið stór og sterkur, þá þurfum við að ná til massans. Við getum ekki farið út í einhverja ystu hægri rönd eða eitthvað í hinn áttina vinstra megin við miðju eða eitthvað slíkt. Það gerist ekki á miðjuvakt, í hvoru áttina. Við verðum að tala inn í þetta breiða mengi borgaralega sinnas fólks, venjulegs fólks, stétt með stétt. Við þurfum að tala inn í hjörtu þessa fólks og það gerum við fyrst og síðast með því að sýna ábyrgð og láta verkin tala. Og þessar kosningar eru að senda okkur sjálfstæðismönnum mjög skýrt þessi skilaboð. Við erum með yfir 40% fylgi eða kjörna fulltrúa á sveitarstjórnarstiginu og mér langar að því mér er svo gaman. Hvað með það? Sérst þetta í mynd eða hvað? Já, á kosninganótt þegar ég kom heim þá hérna bara svona hripa ég upp þetta blað og ég er búin að vera með það í veskinu alla núna þessa daga og mér finnst rosa gaman að lesa þetta. Já, hvað með það? Ég ætla að fá að lesa það fyrir þig og hlustendur vegna þess að hvar sigraði sjálfstæðisflokkurinn kosningar? Hvar unnu við okkar kosningar og sveitarstjórnarstiginu og nú hefst lesturinn. Í Reykjavík, í Kópavogi, í Garðabæ, í Hafnarfirði, í Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi, Reykjanesbæ, Vogunum, Hrunamannahrepp, Hveragerði, Rangaþingi eystra, Skaftárhrepp, Árborg, Ölfus, Vestmannaeyjar, Fjarðabyggð, Múlaþing, Akureyri, Fjallabyggð, Norðuþing, Húnabyggð, Akranes, Borgarbyggð. Þarna unnum við stóra sigra og svo við erum við vinnum hreinan meirhluta í 11 sveitafélögum og við höfum möguleika til þess að mynda núna meirhluta í 20 sveitafélögum til viðbótar. Við erum með 128 kjörna fulltrúa á sveitarstjórnarstiginu sem er miklu meira heldur en allir aðrir pólitískir flokkar til samans. Hvað er þetta að segja okkur? Ég tek þetta skýrt til mín að stór hluti kjósenda vill sjá meira af sjálfstæðisflokknum. Og það er eitthvað sem ég þarf að sjá til þess að verði sem formaður sjálfstæðisflokksins. Þessi þáttur er í boði Þór Grímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það er ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það er smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá er þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem er líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér er eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli er að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem er rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thoughtco.is og skoðaðu úrvalið. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú er komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1 pæling til þess að fá 25% afslátt þegar þú skráir því í áskrift og frían brúsa með. Svo er 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa
og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfallega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. Já, ertu ekki alltaf borubrögt eftir þetta? Sko, Jú, ég bara mjög ánægð með þetta. Nei, það ekki? Jú. Ég nefnilega, þú veist, út af því að mér langar að koma þess bara inn á þetta með, En aftur, þetta ekki endastöð. Þessar kosningar ekki endastöð, þetta upphaf. Já, hvað, og eins og ég segi, með sjálfstæðisflokkin, þú ert hægri manneskja þegar langar að draga meira til hægri, en sko, í hvaða málefnum? Ef þú tekur til, út af því að núna hefur allmest verið talað núna í Reykjavíkurborg að það þarf að taka til í rekstrinum. Það þarf að taka, þú veist, borgarlínumálin, við þarfum einhvern veginn að stokka þeim upp. Í landsmálunum, ef þú ert að horfa á þetta núna í svona breiðu strókunum, segjum svo að þú verður að ganga til kosninga, hvað væri það í svona heilt yfir sem að þú þarf að segja bara, heyrðu, þetta þarf að gera strax núna? Bara hvert viltu leiða ekki bara erindi flokksins, heldur bara ef við værum núna með þessa bylgju sjálfstæðisflokksins, ef við værum með það núna í landsmálunum, hvernig myndi það að koma til með að líta út? Við þurfum að minnka fyrst og síðast þurfum við að minnka umfang ríkisins. Við þurfum að ná meira aðhaldi í ríkisrekstrinum, við þurfum að minnka þetta opinbera kerfi. Mér finnst það oft algjörlega stjórnlaust. Við náum ekki niður verðbólgu í þessu landi ef að ríki ber ekki ábyrgð og dregur úr útgjaldavexti sínum. Og við sáum það áramótin að sleggjan margum talaða, hún bara útgjald og auki upp á 143 milljarða hjá ríkisstjórninni og svo allir rosa hissa þegar að verðbólgan hækkar hér eftir áramót. Við sögðum þetta í allri umræðu í kringu fjárlögin, við sjálfstæðismenn, við sögðum ef þið farið í þessar útgjaldaaukningu þá munum við sjá það í verðbólgunni, því verður tappað af í verðbólgunni og það var hlegið á okkur. Hver er niðurstaðan? Verðbólgan fór upp og nú eru þau að vandræðast með þau ná ekki verðbólgunni niður. Og ég hef sagt það og ég ætla bara að leyfa mér að segja það hér að þegar að þessi ríkisstjórn var mynduð að þá í alvörunni hérna innstinni þá bar ég nú bara þó nokkuð mikla virðingu fyrir hagfræðiprófi frá Yale og hagfræði prófessor frá Háskóli Íslands sem búin að vera að kenna hagfræði. Mér finnst aftur á móti ríkisstjórnin búin að vera að taka mjög margar kolrangar efnahagslegar ákvarðanir sem að eru nú að reynast okkur dýrkeyptar. Þú spyr mig líka út í hægri mennsku mína og hvernig ég vilji sjá stjórn landsins. Til dæmis, ég vil fara inn í heilbrigðiskerfið. Við ráðum ekki við verkefni heilbrigðiskerfisins í dag. Það mikið ákall breytingar að kerfi afkasti meiru og ef við ráðum ekki við heilbrigðiskerfið að óbreyttu í dag, þá útilokað með við aldurssamsetningu þjóðarinnar og hvernig sú þróun mun eiga sér stað næstu 20 árin að við ráðum við verkefni morgundagsins eða næstu viku eða næsta árs. Við munum ekki geta veitt þá þjónustu sem fólk þarf að halda í heilbrigðiskerfinu nema við stór aukum einkarekstur við hlið opinbers reksturs. Við þurfum að gera stórfellda breytingar í heilbrigðiskerfinu, það vil ég fara í. Það vil ég sjá. Ég vil sömuleiðis, ég held að það sé eitt af mest núna svona stærstu efnahagslegu ógnum okkar að það menntakerfi okkar. Okkur ekki að takast að mennta börnin okkar sem skildi að hér séu börn ólæs eins og sagt eftir 10 ára skólagöngu algjörlega óásættalegt í íslensku samfélagi og við vitum það og OECD búið að segja það ef við náum ekki núna að gera nauðsynlega breytingar á menntakerfinu að þá mun þetta valda minni hagvexti og það mun koma okkur efnahagslega í ógöngur, takk. Innan ekki svo mjög langs tíma. Þannig að verkefni framundan eru gríðarlega brýn. Við sjálfstæðismenn treystum okkur til þess að fara inn í það að skera upp rekstur ríkisins, að minnka hið opinbera kerfi, að draga úr útgjöldum en á sama tíma að lækka álögur á fólk og fyrirtæki þannig að fólk haldi meira eftir að sínu sjálfsafla fé vegna þess að ég trúi því að þú Tóti
hafi bara betur vit á því hvernig þú átt að fara með launin heldur ríkisstjórnin núna. Já, ég náttúrulega sammála því, sko, ég velti fyrir mér út af því að ég get tekið undir þetta með skólamálun og fleira, en það einhvern veginn eins og sérstaklega í þessu athyglishakerfi sem við erum með í dag, að það var einhvern veginn hægfara ógnir eru einhvern veginn minna á dagskrá. Það var heilbrigðiskerfið, það mun koma eftir 15 ár þegar við erum komin á mjög vondan stað. Nei, það mun bara hrynja, sko. Já, ég að segja það. Og saman með skólamálin bara, það einhvern veginn búið að verða verra og verra, en við samt sem aður gerum ekkert í því. Út af því að við einhvern veginn, hvað finnst þér lægi að þetta látið einhvern veginn lulla, það líka smá svona agency problem, það svo rosalega margir innan hins opinbera kerfis sem ættu að vera að græja, þá líður alltaf einhverjum öðrum eins og það sé verkefni einhvers annars, þegar það ætti að vera verkefni okkar allra. Nei, sko, við eigum þennan grunn, við eigum ofboðslega gott húsnæði undir skólastarfsemi. Ég hef verið með börn í útlöndum í skóla og þegar við leggjum mjög mikið fé í skólabyggingar. Ég veit alveg að hér eru skólar víð landið sem að kljást við miklu, en svona upp til hópa þá leggjum við mjög mikla áherslu á aðbúnað í skólum. Við eigum ofboðslega góða kennara. Það ákveðið afrek hjá nýju menntamálaráðherra að hafa náð á fyrsta degi í embætti að móðga 12.000 kennara og vilja gera breytingar. Við munum ekki ná breytingum í gegn ef við höfum ekki kennara með okkur í liði. Og við eigum mjög góða kennara á Íslandi og ég held að kennara sé líka langþreyttur á því að við séum að gagnrýna menntakerfið vegna þess að það fullt af fólki þarna úti sem vill gera breytingar. En ég samt verðilega að fá að vera ósammálaður þarna því að það sem ég til að Inga hafi gert með því einmitt að standa hans í háruna á þeim sem hafa staðið svona hvað fremst í þessari víglínu að þeir eru ekki endilega með það umboðsvald sem að þeir telja sig oft vera með og þegar þú segir að það hefur verið tekist að móðga 12.000 kennara að þá velti ég alveg fyrir mér sko, ég meina á einhverju tímapunkti þurfti að móðga kennara fórustuna sem að segir bara að það megi ekki breyta bókstafskerfinu, að það má ekki gera neinar aðrar kröfur, það má ekki neitt skoða aðalnámskrá, það má ekkert gera neitt án þess að þetta fólk fara einhvern veginn upp á afturlappinar. Ég til dæmis mjög sáttur með það að Inga Sæland komið þarna fram og segir bara, heyrðu, við ætlum bara aðeins að rífa þetta í gang og ég tel að bara kerfið sé komið í ógöngur. Við erum öll sammála það. Já, en ég að segja, þú veist, en hvernig ætlar að fara þá að því að gera þetta án þess að móðgöngun? Því að þetta, til dæmis kennara fórustan örugglega móðgunar gjarnasta fólk sem maður hefur tekið eftir. Það nokkuð til í því, en þú verður líka, þú ætlar að gera raunverulega breytingar, þú verður að ná fólki með þér. Þú verður að ná fólki með þér í vegferðina og til þess að þú gerir breytingar, raunverulega breytingar en tali bara ekki það. Það ekki nóg núna að tala bara og tala, heldur verðuru að þú verður að láta hlutina gerast. Þannig að ég held að við ættum líka að tala upp það sem vel gert. Hvað finnst þér að vera vel gert í skólakerfinu í dag? Ég held að við höfum nota skólakerfi okkar sem ákveði jöfnunartæki og það ágætt á Íslandi. Það hafa allir rétt til náms hér og við erum að kenna eftir samræmdi námskrá, þannig að það eiga öll börn á Íslandi að sitja við sama borð og hvaðan sem þau koma og eiga þessa möguleika til að mennta sig vel í lífinu til þess að þau nái góðum persónlegum árangri. Það hefur hortið þess frá mörgulöndum hversu opið menntakerfi okkar gagnvart öllum, alveg sama hvaðan fólk kemur. Við erum aftur á móti að glíma við miklar áskoranir núna í menntakerfinu vegna þess að samsetning þjóðarinnar hefur tekið svo miklu breytingum á síðustu árum. Og ég vil geta hort framan í barn sem hefur sest hér að með foreldri sínum einhvers staðar frá öðru landi og ég vil geta hort framan í það barn og sagt við það, þú getur orðið ég. En nú staðan þannig að börna erlendum uppruna að þeim miklu hættara við að falla út menntakerfinu, að klára ekki menntaskóla, að mennta sig ekki
og það eitthvað sem að við eigum líka að hafa ágjör á af hvernig við mentum öll börn á Íslandi og gerum það vel. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Ég alveg sammála þessu að stóru leyti en aftur á móti vandinn og ástæðan fyrir því ég spyrði hvað finnst þér vera gott í kerfunni í dag. Það ekki það að ég sé eitthvað ósáttur með kennara, ég hef reyndar sagt það núna mjög ofta að ég vil að kennarar fái viðbótar 24% launahækkun og berjist fyrir miklum ójöfnuði núna í þessari kjarasamningslótu sem að koma. Ég held að það veri stórkostlega farsælt fyrir land og þjóð ef við myndum fá fólk út af því sérstaklega ef þau eru komin vel yfir þriðja skattþrepi, þá verða það örugglega svo rosalega hægri sinnaðir. Við erum nú að leggja til við sjálfstæðismenn í efnahagstillögum okkar sem við kynntum páskana 1 skattþrep fyrir alla. Já. 35% takk fyrir pent. Það ekki bara einhver populismi hjá ykkur? Nei. Þú myndi aldrei innleiða þetta? Nei, heyrðu, þú þarf nú ekki að fara nema eitthvað 20 ára aftur í tíman, held ég til 2006, þá vorum við með 1 skattþrep í landinu, það var Jóhanna Sigurðardóttir sem fór að flækja þetta og ég hef heyrt gagnrýni, já, kemur ekki Guðrún bara með 1 skattþrep sem miðast eingöngu að þeim efna meiru í samfélaginu, kolrátt, við erum á sama tíma að boða stórkostlega hækkun persónuafslætti upp í 100.000 krónur, þetta myndi þýða, þessar tillögur okkar myndi þýða að þeir sem í lægri tekjutíundum á Íslandi myndu hafa 160.000 krónur meira til ráðstöfunar á ári en í dag. Einstaklingum með meðaltekjur að hann myndi hafa 300.000 krónur meira til ráðstöfunar en ella en í dag og hjón myndi hafa 500.000 meira til ráðstöfunar. Það þarf að gera breytingar á skattkerfinu eins og ég sagði áðan. Við viljum búa til kerfi sem að hvetur en letur ekki. Við viljum að kerfið, hið opinbera kerfi, að skattkerfi okkar hveti fólk til að taka þátt á vinnumarkaði og aftur að fólk fá að halda meiru eftir að sínu sjálfsafla fé heldur en nú gert. Við viljum sömulegis taka aftur upp samsköttu hjóna og sambúðarfólks. Við ætlum að hætta eða að börn greið ekki tekjuskatt á Íslandi. Allir sem eru yngri en 18 ára að þeir búi við skattleysi og svo mætti lengi telja. Þetta eru tillögur sjálfstæðismanna, grjótharðar, ég veit það, en það virka. Þetta ekkit nýjar tillögur. Við höfum gert þetta allt áður. Við vitum að þetta virkar. Við vitum að við stækkum kökuna. Við vitum að við gefum atvinnulífinu meira súrefni með því að minnka reglubyrði og lækka sömulegis skatta. Ég búin að segja að ég vil hætta með kílómetragjaldið á allt nema rafmagnsbíla. Þetta bara rugl. Okkur í óskupunum verið að búa hér til kerfi þar sem þarf að ráða hér 20 starfsmanna til skattsins til þess að elta þig hvernig þú keyrir. Núna, ég hitti mannum daginn í Þorlákshöfn. 2 barna faðir sem með lítil börn. Hann þurfti að borga í febrúar 280.000 krónur í kílómetragjald af Volkswagen Golf. Hann átti ekki fyrir þessu. En hann búin að borga þetta, nýbúin að eignast barn. Hann búin að borga þetta og hann ekki enn búin að fá þetta endurgreitt. Nei, þetta náttúrulega... Allar ríkisstjórnir ekki að hjálpa fólkinu í landinu. Akkur hann að flækjast fyrir daglegu lífi fólks. Hlutverk okkar stjórnmálamanna einmitt að einfalda líf fólks og fyrirtækja en þvælast ekki fyrir. Að búa hér til frjóan jarfi fyrir atvinnulífið svo það geti þrifist og dafnað. Þannig mun okkur farnast best. Og að því vorum, svo ég fái nú bara að klára með menntakerfi. Eins og þú vilt. Aftur, ég held að grunnurinn í menntakerfinu okkar sé góður. Ég segi,
Við þurfum ekki að flækja menntakerfi okkar svona mikið eins og við höfum gert. Það algjör skyld okkar núna að kenna börnunum okkar að lesa, að skrifa og reikna. Og við þurfum að kenna börnum íslensku sem eiga ekki íslensku á móðumáli. Ef okkur tekst þetta, mun okkur farnast vel. Við þurfum ekki að flækja hlutina mikið meira þetta. Við höfum að leggja höfuð áherslu á lesa, skrifa, reikna og kenna íslensku. Já, ok. Það auðvelt að segja þetta þegar þú ert í stjórnar andstöðu. En ég meina, ég þarf ekki annað en að horfa örfa ár aftur í tíman þegar ég sá Sjálfstæðisflokkin vera þetta stjórnlaust meðvirka afl sem að bara gaf allt eftir, það mátti ekki senda einhvað fólk úr landi, þá varst þú komin í síman til þess að ringja og stöðu allt. Ég meina, við þurfum bara að horfast í augu við það. Það auðvelt núna að tala degubarklega það að þú ætlar að fara að setja 35% tekjuskatt og þú ætlar að fara að hjóli þessi mál og hjóli þessi mál. En við þurftum bara Þorbjörgu Sigríði til þess að takast á við útlendingamálin svo við fengjum dómsmálaráðherra með bein í nefinu. Við þurfum Rátt. Við þurfum Viðreisn til að afnema áminningarskylduna og rífa. Þau eru ekki búin að því. Nei, en það að koma. Ég meina þið voru bara að tala. Guðrún, þið voru bara að tala til kjósenda VG í svo langan tíma að já, flott að ná núna góðum árangur í sveitarstjórnarkosningum. En af hverju ættu að hafa trú á því að Sjálfstæðisflokkur getur tekið á landsmálunum með öðruvís en að fara bara, ég veit ekki hvað, hlaupi kannski í sæng með Pírötum næsta eða eitthvað? Ég sagði skýrt á flokksársfundi núna 21. mars þar sem að við sjálfstæðismenn hittumst og áttum mjög góðan fund. Við munum ekki gera þetta aftur. Ekki á minni vakt. Við förum ekki aftur í viðlíka stjórnarsamstarf eins og þarna var gert. Þannig að þið farið ekki í stjórn með vinstrimönnum? Nei. Það eru stór orð. Ekki á minni vakt. Bara þannig að svo lengi sem að þú ert formaður. Þú spurði mig á það hvort ég væri hægrimannskja. Já, ég veit. Og í hvað átti ég ætla að halla mér. Ég hef alveg getað spurt Bjarna Ben hvort hann væri hægrimaður þegar hann fór í sæng með Vinstri grænum, sko. Og ég meina þegar að það gerist 2017, það voru ekki margir kostir. Það voru engi kostir aðrir til að mynda ríkisstjórn. Fólk sýndi ábyrgð og gerði það. Það nú bara eins og Einar Þorsteinsson? Nei, býtu. Svo lendi svo ríkisstjórn í heimsfaraldri og vissanhátt held ég að það hafi nú bjargað fyrir ríkisstjórn því vegna þess að hún bara hætti, þú ert að tala um að við höfum verið eitthvað að Vinstri græn hefði stjórnað öllu. Ég held nefnilega að mistöki sem voru gerð var það, sérstaklega í COVID, að embættismenn fór stjórna landinu. Stjórnmálamenn afhentu embættismönnum völdin, meira að segja embættismönnum sem núna eru orðnir ráðherrar eða þingmenn, sem að stýrðu því hvort þú mættir ganga hér göturnar eða ekki, hvort þú mættir fara í búðina eða ekki, sund eða ekki, eða klippingu eða ekki. Þannig að það voru mistök sem voru gerð. Ég tel að það hefur verið mistök að hafa síðan endurnýja þetta umboð 2021 og það varð okkur mjög dýrkeypt, okkur sjálfstæðismönnum og við erum enn einhvern veginn að gjalda fyrir það og réttlæta það. Þess vegna segi ég mjög skýrt með að ég er formaður flokksins munum við ekki fara í viðlíka stjórnarsamstarf aftur. Gaman kannski út af því að við fórum yfir þetta áðan en gaman sem þetta setja í sögulegt samhengi. Það var einn sem að spurði og ég eiginlega spurði áðan en samt kannski áhugavert að reifa þetta aðeins frekar. Halldór Ásgrímsson sagði af sér sem forsætisráðherra 2006 þetta slæmt gengi Framsóknar í sveitarstjórnarkosningum. Finnst þér að Kristrún ætti að gera slíkt hið sama eða íhuga stöðu sína, sérstaklega í ljósi þess að hún var áberandi í baráttunni. Við fórum náttúrulega yfir þetta í samvætti við ríkisstjórnuna og fleira en speglum þetta bara yfir ef að þetta hefði, og ég sagði þetta nú í raunin við áðan hvað þetta væri prófsteinn sem að þú stóðust ef að Sjálfstæðisflokkurinn hefði fengið afhróð væri þú að íhuga stöðu þína og finnst þér að Kristrún ætti þá að gera það líka? Ef að við hefðum fengið algjört afhróð í þessu kosningum þá væri ég já að íhuga stöðu mína. Klárt svar. Já, það hefði orðið mér mikið áfall. Ég aftur á móti mér er til efs
að sjálfstæðisflokkurinn hafi nokkuð tíma mætt eins undirbúin til kosninga eins og við gerðum núna. Við hófum undirbúningin mjög snemma, við erum búin að, ég held að ég sé búin að fara 6 hringferðir í kringu landið, að ræða við grassrótina, að ræða við flokksmenn síðan ég var formaður. Við undirbyggum okkur vel, við stiltum saman strengi og við unnum vel saman, sýndum samstöðu og erum þess vegna uppskera. Ég hafði góða tilfinningu fyrir þessu kosningum og mér fannst svo tilfinning vaksa frekar en hitt þegar svona fór að líðundi lok þessara kosningabaráttu en hann var mjög ánægileg þessi niðurstaða. Hvort að Kristrún Frostadóttir eigi að segja af sér eða ekki verður hún að eiga við sjálfa sig en auðvitað hlýtur hún að staldra við og íhuga hvað gerðu við ránt og ég ætla bara að ítreka það að sko það sem Guðlaugur Þór Þórðarsson sagði í Kastljósinu núna í gær að eiginlega allstaðar þar sem að hún beitti sér að fullri hörku þar sem hún gekk í hús og stilti sér framar en sínum oddvitum eins og gerðist í Kópavogi og Ölfusi að þar urðu stærstu sigrarnir næst stærsti sigur sjálfstæðisflokksins var í Hrunamannarhreppi og við Guðlaugur sagði í Kastljósi í gær og hún hefði betur gengið þar á milli bæja og húsa í Hrunamannarhreppi því þá hefði fylgið þar líklega farið í 75% en ekki 66%. Þannig að þeir hefðu kannski átt að kalla eftir henni. Ég held að kjósendur hafi svarað mjög skýrt að þeir vilja ekki þessi afskipti sem að við sjáum frá Alþingi og ríkisstjórninni á sveitarstjórnarstiginu. Ég var á fullu að vinna líka alla þessa baráttu. Ég hef bara svo ofboðslega mikla trú á mínu fólki, á mínum oddvitum að ég þarf ekki að standa eða setja mig framfyrir skjöldu, framfyrir þá oddvita. Núna er fólki mitt og okkar sjálfstæðismanna hringinu kringu landið í meirihluta viðræðum að mynda meirihluta. Er ég að hringja og atast í því og skipta mér af? Nei, vegna þess að ég treysti mínu fólki eins og ég sagði hér uppafi. Við eigum framúrskarandi fólk innan sjálfstæðismanna. Við erum með frábæra oddvita sem ég treysti 100% til þess að vinna sjálfstæðastefnunni fylgi. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarp í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Ég sagði þetta líka strax og hún kom þannig fram og ég sagði þetta við Jónas líka að Dagur hefði aldrei tekið það í mál að Kristrún hefði eitthvað neginn verið með ræðu þar sem að þau var þannig samankomin fyrir framan Jyski. Ég var svona, þetta svolítið svona út af því að þetta fólk svona, þú veist ekki alveg kannski trausins verð sem leiðilegt að segja út af því að mér líkar í rauninu vel við alla sem að þarna í brúnni Nei, þetta bara áhersla þín í pólitík. Svo, samfylkingin vill vera stærsti flokkur Íslands, vill vera breiðfylking, vill vera stór og þá getur ekki keyrt hana á einni mannesku. Nei. Það gengur ekki. Jó, það er Kristrún. Hann ætla að banna að tala illa Kristrúnu hérna, þú vissir það. Við erum svo miklu aðdáendur náttúrulega. Já. Og Kristrún eru þetta eitt mesta efni sem samfylkingin hefur alið núna í langan tíma. Og það eru mikla væntingar að gera til hennar og ég skil vel að hún vilji standundi því trausti og hún hefur líklega hugsað að ég þarf bara að ganga hús úr húsi sem víðast til þess að slagkrafturinn sem að ég hef virki inn í sveitarstjórnirnar. En þetta virkaði bara ekki. Þetta virkaði þver öfugt. Ég held að gangi hús í hús hefði alveg virkað. Ég tím svona Ásmundar Friðriks pólitík þá sér bara auga, þú veist, það bara horfast í augu við fólk og sannfara það.
svona múlakaffis strategían sko. Ég gekk í hús. Já, ég veit það, ég er að segja, en ég er að segja það, ég held að það hef ekki verið ástæðan. Framboðið mín voru eiginlega farin að biðja mig að hætta þessu vegna þess að ég er svo mikið gera græjakona að ég var farin að leysa ýmislegt farin að lofa upp í ermina á fólki. Já, ég er búin að lofa ruslatunnum í Reykjanesbæ á eitthvað göngustíg sem ef að villi minn yrði bæjarstjóri og þú verður að standa við það. Ég handsalaði þetta við þennan mann í þessu hverfi. Ég handsalaði það að hann fengi ruslatunnur og ég verð bara að fara með þær með villa. Já, með villa. Við gerum það og og mér fannst alveg frábært líka, ég gekk í hús í Breiðholtinu og ég átti kannski frekar vona því að þar væri svona fólk meira vinstramegin en mér var feikilega vel tekið og fólk vildi taka spjalli, vildi ræða borgina, hefur ágjör, sko, í Breiðholt eru göngustígar sem að voru einhver tíman malbikaðir eða hellulaðir en þetta er möl. Þetta er möl. Akkur er ekki góði göngustígar í Breiðholti eins og vestur í bæ eða hér í miðborginni. Svo ég taki nú sem dæmi. Og þéttingastefnan sem að fyrir taugarnar á okkur flestum, að hún er komin upp í Grafarvog sem er útkverfi. Og meira segja að Diljá Mist Einarsdóttir heldur að hún sé landsbyggðarþingmaður af því að hún er þingmaður fyrir Grafarvog. Herru, það hefur verið sko að rukka bílastæða gjald að Hofsvallagötu í gamla Vesturbænum. Já. Þetta er sko stjórnlaust galið. Þetta er sko lengst út fyrir miðbæinn. Nei, og þetta er einhvern veginn, ég bara skil þetta ekki. Og þetta er meira að segja sjálfstæðismenn unnu stórsigur í Hveragerði, mínum heimabæ, ég er þakklátt fyrir það. Allt er fyrir þig. Já, og þar hefur verið mikil vinstri slagsega við stjórn bæjarins á kjörtöfumbilinu sem nú er að ljúka. Ég var ekki fólk alveg ágætlega ánægt með það? Hvernig var það? Nei, alls ekki. Þú sást það í niðurstöðum kosninga. Þar er meiri sem komið þéttingastefna og þar á að fara að þrengja götur í pínlitlu bæi svo Hveragerði. Á að fara að þrengja aðalgötuna og taka upp eitthvað blómakér og fuglahúsörgla og eitthvað meira. Ég meina, við búum í stóru landi. Það er nú ein af þeim lífsgæðum sem við eigum Íslendingar. Við eigum stórt land. Og mér finnst það alveg göfugt og markmið og við verðum með þetta að tryggja almenningssamgöngur séu valkostur við hliðin á fjölskyldubílum en að ætla eingöngu að vera með almenningssamgöngur gengur bara ekki upp. Við búum í þannig landi að ég segi alltaf bíllinn er úlpan mín að veðrið er bara með þeim hætti og ætla að byggja hér í Keldnalandinu eitthvað hverfi þannig að það verði að lágmarki að hámarki 400 metra frá bílastæða húsinu sem þú átt að leggja að heimiliðinu. Þetta er heill hringur á íþróttavelli. Þar sem þú ert að labba kannski með 2 smábörn í fanginu, innkaupapókana og í spelku. Og í spelku eins og þú, í láréttri rigningu og brjáluðu veðri. Veistu það, þetta er alveg ágætis framtíðarsýn, þetta er svona eins og teikningarnir sem við sáum þegar allt í einu að setja pálmatré hér í Vogahverfið. Flott. Við erum bara á Íslandi. Pálmatré vax í gróðurhúsum á Íslandi og kaffi vex í Hveragerði í gróðurhúsum. En ætla að vera með það utan dyra eða ykkur glersúli við Vogahverfi. Hvert ertu komin í ykkur bara rugli og bulli? Og ég var gagnrýnd fyrir það, sérstaklega DB Eggertsson í vetur. Þegar ég sagði að höfuðborgin mín, þó ég eigi lögheimili fyrir utan höfuðborgina að þá er hún mín höfuðborg, að mér fyndist hún ekki nógu falleg. Hér hefur samfylkingin í broddi fylkingar í vinstrimennsku sinni verið í algjörlega stjórnlausri þéttingu byggðar og byggt hús sem að mér finnst ekkit sérstaklega falleg. Þetta er búið að, hér er búið að gaslýsa mig. Já. Þegar ég rætti þetta einmitt við hérna Brynjar Níelsson og þar var ég að segja einmitt við hann gömlu hlíðarnar eru mjög fallegar. Það eru falleg hús þannig, steinhús sem eru, það er náttúrulega ekki að fallegt á Vesturbærin og hann er náttúrulega fallegastur. En svo eru bara svo eins og nýja hlíðakverfið og ég veit alveg að það er leiðilegt að tala híbýli fólks. En það er gaslýsing að fara að segja mér það að þetta séu fallegri hús
heldur en eru í gömlu hlíðunum. Það er gaslýsing að valsreiturinn sé fallegri heldur en gömlu hlíðarnar. Nei, málið ef við ætlum að fara í skipulagsmál og arkitektúr, Tóti, að þá sko, jú, það alveg flott að sjá eitthvað svona legokaupa byggingu eitthvað staðar og kannski 4 saman á einni lóð eða hvernig sem það Málið öll fjölbýlishús á Íslandi sem byggðir í dag eru legokaupa hús. Þetta eru allt svona kassalaga byggingar eitthvað, þetta allt eins. Mér finnst ótrúlega dapurt þegar ég keyri núna til norðurs Grensásveginn að þegar maður keyrði þessa götu sem nú ekkit kannski rosalega fallega bygginga meðframenni fyrir norðan Miklubrautina, bara atvinnuhúsnæði, þá sástu Esjuna. Þú sást til sjávar. Núna búið að setja hús í þessa sjónlínu. Ég skil bara ekki hverjum dettur það í hug og það algjörlega fyrir ofan minn skilning. Hvert erum við bara komin þegar við auglýsum íbúðir í Reykjavík sem eru dagsbirtu vottaðar? Hvert erum við komin? Hver eiga lífsgæði okkar að vera heima hjá okkur? Ef að það orðið stimpillinn sem að ég kaupi mér fasteign og heimilegtir, hvort að sé dagsbirta þar inni eða ekki. Og að því þú nefndir valsreitin, þar til dæmis núna verið að byggja algjörlega ofan í einni mestu umferðargötu landsins. Hvaða lífsgæði verða að búa þar, götumegin? Mér, sko, það margt ofsalega fallegt til Reykjavík og Reykjavík þetta falleg borg, en þegar ég horfi til mig svo miðborgina, ég líklega eina manneskja, mér finnst bara Landsbankahúsi ekkert rosalega fallegt, mér finnst það svo þungt. Ég sammála, mér finnst það svo þungt. Af hverju líka byggja banka þegar allir bankar að færa sig yfir í skýið, eða hvað sem maður myndi kalla það? Og svo var roki til og það gerist nú hérna á besta stað sem að til á landinu eiginlega. Já, og skeggir eiginlega Hörpu. Já. Með þessum glerhjúp Ólafs Elíassonar sem fallegur. Í köldu landi átti ekki að byggja köld hús. Nýju húsin í miðborginni eru svona stálgrindar hús, gler og stál, og í köldu landi áttu að byggja hlýleg hús. Og við sjáum götumyndinni, Lækjagötunni og Bankastræti þar sem við erum að byggja á íslenski byggingarhefð. Og ég ætla að fá að taka sér dæmi, nýju miðbærinn á Selfossi. Ótrúlega hlýlegur. Vegna þess að hann snertir taug, þetta DNA-ið í okkur sem búið að fylgja okkur í langan tíma á Íslandi. Þar verið að byggja ný hús sem líta út fyrir að vera gömul og snertir þess vegna svona menningar árs taugina í okkur og okkur líður vel. Það skylda þeirra sem að hanna og skipuleggja að hugsa hvernig mun fólki líða. Og ég held að það mun einhver líða vel ef að álpast til að kaupa sér íbúð þar sem ekki dagsbirta. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það er annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Nei, og ég sammála þessu, en það líka ég myndi jafnvel taka þetta lengra og segja að þarf ekkert endilega að vera eitthvað bundið við okkar þjóðarmenningu, heldur líka bara, ef þú ert að fara í útsýnisferð, ferðu til Rotterdam og skoðar þar bryggjuna, þar sem bara gámar og ákveðin bara, svona kuldi eflaust, út af því að Rotterdam náttúrulega stórkostleg skipa útflutnings nauðsyn í rauninni í alheims hagkerfinu, sérstaklega fyrir Evrópu, eða ferðu til Rómar. Já. Skilurðu, það veit allir svari við þessar spurningu, en samt verið að segja mig bara, það er nú bara eitthvað mat hvers og eins, hvort fallegra. Ég veit ekki hvort fallegra. Maður bara, víst veistu það, Róm fallegri. Hvað að tala Róm stórkostlega, Ég hef einu sinni komið til Rómar og ég var með hálsi og eftir vegna þess að þú ert bara með nefið upp í lofta og horfa á byggingar og
og þessa ótrúlega byggingasögu sem þar Málið bara að aftur pólitík gengur út á þetta þjónustuhlutar. Þetta gengur út á það að þjónusta íbúa þessa lands, atvinnulífið og að búa til gott samfélag þar sem okkur líður vel og ég segi oft þetta ekkit rosalega kannski flókið að í pólitík þú sem kjósandi að þín helsta krafa bara þú vilt vakna á morgnana, þú vilt fara í sturtu og geta gengið að því að það heitt og kalt vatn í sturtunni, þú getur sturtanir og salerninu, þú farir út, hendir ruslinu í tunnuna og það hefur verið sótt kannski deginum áður og hún tóm tunnan þín, að það sé búið að ryðja snjóin þannig að þú getur keyrt út götuna þína, þú getur farið á leikskóla, komið barninu inn í gæslu, þú vitir að það á öruggum stað, þú komist í vinnuna og þú komist síðan aftur heim að kveldi, getur farið í búðina, þú vilt síðan kannski bara geta sest niður einu sinni 2 ári og pantaði ferð til útlanda. Þú vilt að börnin ef þau eru í skóla þau fái góða menntun og þú vilt ef þú ert aldrei að foreldra að þau séu líka í öryggi og öryggu umhverfi. Þetta lífið frá vöggu til grafar og það okkar að sjá til þess að bara að fólki líði vel í þessu landi og það höfum við sjálfstæðismenn mikið metnað til að uppfylla. Já, þetta verður spennandi. Ég með, eins og segja, með fullt af fleiri spurningur, líka með fullt af fleiri spurningur sem langaði að spyrja, en við ætlum að fara að ljúka þessu. Loka spurning, hvenær ætlar að prófa KFC? Hefur ekki prófað KFC? Það ógeðslega skrítið. Var Dilja mist að senda þessu spurningu? Yes, nefn ekki neinn nöfn. Það var hún. Dilja mist kennst ekki yfir það að ég hef aldrei smakkað KFC. Af hverju hefur ekki prófað? Þetta mjög pólitísk spurning og ég vil nú ekki móka. Þetta móti Helga í góðu? Nei, ég ætla að segja, ég vil ekki móka Helga í góðu, sko. Ég sá einu sinni, örugglega þegar KFC var að byrja á Íslandi eitthvað, þá sá ég svona einhverja auglýsingu þar sem maður hélt á fötu, svona einhverju fötu og hún var full af einhverju bara svona, mér fannst þetta svona eitthvað brúnt jökk bara eða eitthvað og ég hugsaði bara, þetta lítur ekki vel út. Og ég hef bara einhverja hluta vegna aldrei borðað KFC. Í alvörinni? Aldrei borðað Burger King heldur. Nei, ok. Nei, en ég... Hvaða skyndibita ferði í? Ef þú ferði skyndibita? Ef ég ferði skyndibita í dag, þá fer ég á prepparinn. Oh my god, það var leðilega svars í heim. Ég veit það. Nei, og svo ég... En það voru þunn, skilurðu? Ok, ég skal svara þessu. Já. Ef ég er þunn, að þá ég á búlunni að fá mig borgara hjá Tomma. Mér finnst búluborgarinn hjá Tomma rosalega góður. Og ef þú sér mig við hliðina, að því ég drekk ekkert svart. Ég drekk ekki kaffi og ekki kók og ekki Pepsi og ekki svart te og eitthvað svona. Og ef þú sér mig með litla kók í gleri og hamborgara, þá veistu að ég gaman í gær. Það var sko hrikalega gaman að mig verkar í hárið. Já, fékkstu þér það á sunnudaginn? Nei, gerði það ekki. Ég var mjög brött, ég þurfti að mæta í Sprengisand morguninn, þannig að það svolítið þannig að ég var auðvitað í fjörunni í sjálfstæðarsalnum við Austurvöll með Hildu og félögum okkar og svo þurfti ég að vera í útsýningu á RÚV og meðan ég var þar að þá kláraðist partíið við Austurvöll og ég ákvað þá bara að fara heim í Hveragerði og hún var að ganga 4 nóttina því ég kom þangað og þá var partíið svona verða búið þar þannig að ég fór nú bara heim og gerði hennar fína lista hérna. Já, ég sé það. Þegar ég var að sýna þar áðan og gladdist við því að sjá þetta að handskrifa á blaði niðurstöðu kosningana. En ég ætla að fá að segja líka, við sjálfstæðismenn, við tökum þessu sigri á laugardag með miklu þakklæti en líka auðmýkt. Þetta rétt að byrja hjá okkur. Þetta rétt að byrja. Núna bara kjósendur hafa talað og nú það okkar að skila verkefninu heim og þjónusta íbúa þessa lands, gera það fullri ábyrgð og við ætlum okkur að standa undir því trausti sem okkur var sýnt á laugardag. Guðrún Hafsteinsdóttir, takk aðeinslega fyrir að koma. Gaman að koma til þín. Og þangað til næst.
Ég vona að þá verður ekki svona í gifsi. Já, ég verð ekki gipsið það. Já. Herru, takk fyrir það. Takk.